Í aldanna rás hafa sumar tískustraumar og hönnuðir gegn hlutverki í baráttunni fyrir réttindum kvenna. Tískan var ekki aðeins hönnuð til að fegra konur, heldur einnig til að fullvissa þær, veita þeim sjálfstraust og leyfa þeim að líta út fyrir að vera sjálfar sig. Oft bent á tískuiðnaðinn fyrir yfirborðskennda hliðsýna og strangar reglur. Helstu stefnur sem fylgja skal væru að hindra frelsi og frelsun kvenna. Korsett eða aðrir takmarkandi fylgihlutir hafa sett mark sitt á sameiginlega ímyndunaraflið. Þessi föt hömluðu kvenlíkamannum. Tíska síðustu alda takmarkaði þægindi þeirra og hreyfingar. Á undanförnum árum hefur framsetning karlmennsku og kvenleika blandast saman. Karlar og konur hefna sín á samfélagslegum regluverkum með tísku. Unisex fatalínur eru að margfaldast. Á sama hátt hafa spurningar fjölbreytileika komið upp í umræðum síðustu ára. Í dag höfum við tilhneigingu til að aðlaga form og efni að öllum líkama. Hönnuðir brjóta kóðana og gera það að sýnilegum formum allra líkamsgerða. Samhliða félagslegum og femínískum hreyfingum hafa tískuhönnuðir frelsað klæðaburð til að efla réttindi kvenna. Nauðsynlegir flíkur eins og mínibilsið hafa orðið sterkt tákn kvenfrelsun. Tíska gegnir því mikilvægu hlutverki. Hún tæki til að berjast gegn fátnum hugmyndum konur. Nauðsynlegir flíkur eins og mínibilsið hafa orðið sterkt tákn kvenfrelsun. Tíska gegnir mikilvægu hlutverki. Hún tæki til að berjast gegn fátnum og aðgreinandi hugmyndum líkama. Tíska speglun á sjálfsmynd, tungumál sem talar áður en nokkur orð eru skipst og stríðar sem sjálfstraust lifna við. Tíska gefur konum leyfi til að taka sér rými í heimi sem biður þær oft að skreppa saman. Hún gerir þeim kleift að fagna einstaklingsbundinni persónuleika sínum. Hún hvetur þær til að sýna fegurð sína án þess að biðjast afsökunar. Þessi tilfinningalega breyting ein sterkasta form valdeflingar því hún flæðir inn í alla aðra hluta lífs þeirra. Þegar konu líður vel, þá semur hún betur. Hún leiðir af sjálfstrausti. Hún talar af skýrleika. Tíska ber með sér sögur, hefðir og arfleifð sem djúprót gróin í menningu okkar. Að klæðast flíkum sem innblásnar af menningu leið til að endurheimta sjálfsmynd og styrkja stolt. Sérhvert efnisval, litaval og sniðmát verður áminning hvaðan þær koma og hvert þær eru að fara. Þessi menningarleg tenging styrkir konur með því að minna þær á styrk sinn. Hún varðveitir einnig hefðir fyrir yngri kynslóðir til að erfa. Tíska verður brú milli fortíðar og framtíðar.